Þá byrjum við yfirferð á CSS, en það verður núna í tæpar 5 vikur, sem við verðum í því núna ásamt aðeins öðrum hlutum meðfram. En þannig að við erum búin að sjá HTML, tökum nú CSS sem útlitið, viðmótið, það sem við sjáum á skjánum og það sem við interactum við, áður en við tökum síðan í lokin JavaScript. Þannig að þá hittum við alla þessa 3 póla sem eru framendafórnum. En CSS stendur fyrir Cascading Style Sheets og Style Sheet Language sem lýsir framsetningu á skjali skrifið í markup language eða markup máli og virkar fyrir HTML, XHTML, XML og SVG. Nú mjúta hérna einhvern sem ómjútaður. Af hverju get ég ekki séð það? Jú, það einhvers staðar mute all. Ég veit það. Ég bara að segja það sko. Þannig Fremsti gluggi. Hliðin á mínu glugga. Ég veit það. Ég rosalega Akkurat. Takk, þetta var aðeins svo flókið. Svona, þannig ég minni á, það gott að mjúta sig þegar maður en það nefnilega einhvern tímann gæti ítt hérna og þá var mute all, en ég veit ekki hvert það fór eða hvað það svona viðmót flókið. En CSS sem sagt hannaði mig til þess að smíða útlit eða viðmót, eða hvað sem við kallum þetta, og hannað til þess með þetta þennan aðskilnað í huga. Þess að við erum með HTML-lýsingar sem sérum að það sem við skrifum og ljáum efnið okkar merkingu og síðan hengjum okkur inn í þessa merkingu og bætum við svona fleiri húkum þar sem við getum í raun sett upp eitthvað útlit. Og útlitið óháð merkingunni, þannig að ég get látið hlut sem innifellur einhverja ákveðna merkingu líta alls konar út. Og þetta eins og HTML staðlað af W3C og ekkert það gamalt sem svona hugtak. Það sem við skoðum nú í dag í raun byggt á CSS 2.1 staðlinum sem ennþá í, það verið að gera enn breytingar á honum og það CSS 2.2 eftir að koma út hérna vonbráðar. En kom fyrst út 2004, var frekar buggaður staðall og kom aftur út 2011, fyrir sett ekki meira en 10 ár síðan, sem þá í raun aftur bara svona fullmótaður staðall fyrir grunninn á CSS. Núna verið að vinna síðan CSS level 3 ofan á þessar fyrri útgáfur og það sem komið stað í þessari útgáfu á 2.1 staðlinn var það að hafa þetta allt í einum staðli var ekki málið, þannig að núna þetta í raun unnið í svona módúlum sem þýðir að í raun það verið að skipta virkninni upp í ákveðna staðla og staðla þá óháð öðrum og síðan í raun svona einhverju staðla sem að vísa í aðra og þetta allt svona einhvern veginn cross-tengt. En við höfum alltaf eins og Flexbox sem stable, multi-column layout stable, values and units stable. Svo hérna eitthvað sem í testing, refining, revisiting, exploring, þannig að þetta mikið að vera þarna og það mikið í raun, núna senastu 2 ár í raun bara svona CSS svona framþróun búin að alveg taka miklum og bara stórum stökkum. Það búið að vera að bætast við virkni og þetta var svolítið þannig að maður sá eitthvað í staðlinum fyrir CSS bara eitthvað, vá, frábært, ég get notað þetta til 5 ár þegar þetta orðið staðla í öllum vöfrum. En núna með bara aukinni uppfærslu á vöfrum og svona automatic update í öllum þessum tækjum og í raun bara áhuga á því að vinna áfram þessa staðla, þá erum við jafnvel að sjá staðal vera eitthvað svona hugmynd komin á svona ákveður svona maturity level þar sem við fara að tala það svona utan W3C að einhverju alvöru og svo líður kannski bara ár þannig að við fann að geta notað það í actual verkefnum. En þá þurfum við stundum að vera með svona einhver svona taktík við það hvernig við notum það. En þetta allavega
skemmtilegt. Það er rosalega mikið að vera. Þannig að CSS3 var svona þessi með HTML5 svolítið svona watershed moment þar sem að í raun það svona endurlífgaðist allt VF ekosystemið. Þannig að við heyrum bæði CSS3 en við tölum bara almennt og CSS er bara nútíma CSS, það sem við erum að vinna með í dag og það sem er í raun í þessum módulum pluss síðan þessi stöðlun sem við átt sér staði hérna CSS 2.1 sem er svona grunnurinn á CSS og var það sem við höfðum bara í mjög mörg ár. CSS er tæknilega séð forritunarmál, það er svona óvart Turing Complete en mestmegnis er CSS svona constraint-based layout-mál þar sem við segjum í raun við lýsum því hvernig við viljum að eitthvað líti út á skjánum og síðan vafrinn tekur það og svona útfærir það sem við biðjum í eitthvað útlit og það því náttúrulega útlit er að við erum að setja hluti á skjáinn og við erum að teikna eitthvað og við erum í raun oftast að vinna með einhverja hönnun sem því að við erum með eitthvað hönnuð sem hefur einhverja sýn á eitthvað lítið út á einhverjum skjá og við sem framhættarforritarar þurfum í raun að taka þá sýn og útfæra hana þannig að vafrinn birta hana rétt og síðan er eftir að sjá að það er alveg gífurlega mikið á svona edge caseum og vesenni aðalóta því að hönnun er oft bara að hugsa sem eitthvað svona hér er statískur skjár sem er 1200 sinnum eitthvað pixla breiður og hann er rosalega fín ég hannaði hann í fína hönnun á tólinu mínu og nú ætlar þú að útfæra hann og hann á að virka í allri breidd á öllum tækjum sem við höfum séð og er eftir að koma bara gangi ykkur vel en þessi staðall er svolítið mikið að það er svolítið hark að byrja að læra þetta og það eru margir sem að eiga svona erfitt með CSS en það sem ég tel að sé til að læra CSS þá lærum við grunninn, við lærum þessi hugtök sem við erum að fara yfir í dag og í næstu viku og svo er þetta æfing og æfing og æfing og þetta er í raun bara að vera mjög pedantic, persistent og thorough. Það er lykilatriði fyrir góðan CSS-ara og félagið minn sagði eins og við mig að fólk sem hefur gaman að því að föndra og sauma að það sé hans svona vinna með höndunum, svona gera eitthvað svona sem þarf rosalega mikinn tíma og svona rekja upp og svona það er fólk sem sýnir svona þessa resilience sem þarf til þess að vera góður í CSS af því að maður myndar sér eitthvað svona mental model og svo executar maður á móti því og ef það virkar ekki að þá ef maður bara eitthvað svona af hverju virkar þetta ekki mér finnst þetta að virka svona að þá þetta oft bara svona þetta er öðruvísi model þannig við þurfum í raun að byggja upp þetta mental model rétt síðan það þannig að CSS er afskaplega einfalt í sniðum í syntax að við erum með þetta selector, svo erum við property og við erum með gildi. Þetta er allt CSS er svona með smá auka atriðum sem koma en 95% af því CSS sem þið skrifið mun líta svona út. Og CSS er sem sagt einfalt en það er alls ekki auðvelt. Þetta er fljótt, verður þetta flókið og mörg hugtök sem að blandast saman, mörg mismunandi svona virkni pólar sem að þið þurfa að segja, við erum að vinna með texta hér, við erum að vinna með liti og bakgrunni hér, við erum að vinna með í raun layoutið á boxunum hér. Þannig að þetta er bara byrja snemma og vinna í þessu, rekast á veggi, spyrja og ekki vera of lengi að spóla í sömu hjólförunum. Þannig að þess vegna mæli ég eindregið með því að þið mæti í dæmitíma núna í vikunni og verið búin að kynna ykkur verkefni sem við lagt fyrir og byrji bara að spyrja. Og þolinmæði og ákveðni. Þið eftir að rekast á eitthvað svona sem þú var fyndið, þetta er svolítið svona upplifun fólks er svona ég tek þetta bara og ég er einhvern veginn að hamast í þessu, ég er að berja á lyklaborðið þangað til að eitthvað birtist á skjánum sem að er eins og ég vil hafa það. Já, en það er í raun, ef við erum komin í þetta mindset, þá erum við komin af leið, þá erum við í raun farin að, þá erum við ekki með rétta mental modelið í gangi, þá þurfum við að taka skref tilbaka og hugsa, ok, hvað er ég að hugsa vitlaust í CSS? Því CSS er í eðli sinni rökrétt, það er bara öðruvísi.
svo þetta líka svona önnur mynd og forritarar sem eru svona miklu svona forritarar sem kannski verða ekkert bara svona dabla aðeins í CSS líta svona niður á CSS. En ég að segja ykkur að CSS rosalega góður og eftirsóknarverður hæfileiki til þess að hafa. Góður CSS-ari mjög sjaldgæfur. Þetta bara svona eitthvað sem ekki, að vera rosalega góður í CSS rosalega erfitt og þú þarfst að vera rosalega þolinmóður og ákveðinn einstaklingur til þess. Þannig að ef það ykkur hugnast þetta, finnst gaman að búa til hluti og láta hluti líta vel út og svona, þá bara CSS ykkar leið til þess. Af því að CSS ótrúlega kröftugt mál. Það ótrúlega, bara öll viðmót sem sjáið á öllum vefjum gerð með CSS. Það ekkert annað. Jú, það hægt að nota, WebGL og einhverja myndir og eitthvað svona, en allt sem í raun svona vefviðmót CSS. Það ekkert annað. Þetta það sem hægt að nota. Og þetta það í raun kröftugt að við erum með hluti eins og React Native sem notar þess að búa til upp, sem í raun að nota konsept úr CSS til þess að búa til layout. Að þegar þið notið síðan einhver önnur layout eins og það sem til í Android eða bara í iOS eða í Java eða eitthvað svoleiðis, þá það allt öðruvísi og það oft miklu meira maus að vinna með það. Þannig að þið getið smíðað allt sem þið sjáið bara með því að byggja góðan grunn og halda svo áfram að læra CSS. En hérna svona dæmi CSS Sweeper sem bara HTML og CSS og nýtir það að CSS óvart Turing Complete að því leyti að það hægt að búa til breytur og það hægt að vera með í raun flæðistýringu í forritunum og þannig hægt að spila bara með Sweeper. Síðan líka hægt að búa til svona listaverk og þetta listakona sem býr til CSS listaverk og við getum séð í raun með því að fara í Inspect og við getum séð að þetta allt bara CSS og HTML. Þannig að hérna höfum við hárið, við getum fjarlægt, við getum átt við og við getum séð í raun tekið eitthvað svona í burtu. Þetta allt í raun gert með CSS bara og mikilli þolinmæði. Þannig að þetta svona inngangur að CSS. Þannig að bara CSS frábært, það mjög skemmtilegt en það getur verið frústrerandi en það verið bara undirbúin og þetta aftur verið tilbúin í verkefnin og þið þurfa að eyða tími í þau og já. En til þess að tengja þetta saman, þá erum við með eitthvað HTML-skjal og við höfum 3 leiðir til þess. Við getum í raun geymt allt CSS okkar bara í sér CSS-skrá sem með endinguna CSS og nýtum síðan link-elementið sem svona þetta margþætta element og notum þetta rel attribute sem segir að þetta það sem ég að linka relationið við HTML-skjalið að þetta style sheet. Svo fáum við bara href og það vísunin í hvað skjalið og við geymum þetta í head í síðun okkar. Og þetta viðskildir algjörum aðskilnaði milli útlitsins og efnisins. Síðan getum við líka sett style block sem við kallað. Við erum þá með í raun style element sem inniheldur bara CSS sem texta innan þess elements. Oftast í head og það alveg tækifæri, það alveg ástæða fyrir því að maður notur þetta stundum. Stundum þurfum við í raun bara dýnamískt jafnvel að búa til eitthvað CSS og setja það beint í HTML okkar. Og síðan getum við jafnvel þurft að setja CSS okkar beint á ákveðin element og þar höfum við style attributið og þetta svona í grunninn á meðan við erum að læra þá þetta alls ekki æskilegt og ef þið farið eitthvað að leita einhverju sem segir hei, já, takk fyrir þetta og paste þessu í style attributið og þá verður þetta bold eða eitthvað, þá það ekki rétta leiðin til þess að byggja upp góðan CSS grunn en það vissulega samt ástæður til þess að nota style attributið og sjáum það seinna. Þannig að hérna erum við með 2 dæmi þar sem við erum bara að taka þessi svona alveg í sinni einföldustu mynd að hérna erum við með í raun allar 3 leiðirnar og við erum með hérna eitthvað
í style attribútinu. Við erum með inline styles sem þetta er oft kallað hérna og við erum að vísa í síðan CSS skrá. Þannig að ef við opnum þetta hérna þá sjáum við þetta bara svona. Þá sjáum við hérna, þessi hérna segir body background color pink sem gerir það bara bakgrunn og síðan eitthvað bleikan. Við erum með font size á P í 2EM sem þýðir að það er svona stærra. Við getum þá farið hérna líka og séð hérna í DevTools sem er besta tól CSS hans. Að við getum farið að eiga við hérna og hérna getum prófað með áfram með að skoða hvað er. Þannig hérna sjáum við í raun þetta. Við erum með HTML-ið okkar og það lendir á því einhverju stílar sem síðan vafrinn teikna fyrir okkur. Og síðan erum við með lokum, erum við með hérna á heimur, erum við með text decoration underline sem gerir þá í raun undirstriku. Og svo getum við farið og við getum toglað og breytt og gert alls konar hérna. Við getum sagt overline, þá fáum við yfirstrikun og alls konar. Að sjáum þetta nánar eftir. En hérna erum við með þetta allt saman blandað og við skoðum annað dæmi sem er nákvæmlega eins. Og þá erum við búið að fjarlægja þetta allt og setja bara allar skilgreiningarnar inn í CSS-skjalið sjálft. Og þannig líka ef þið hefur ekki heyrt svona konseptið refactor, þá getum við sagt við erum með hérna dæmi sem er ekki gott, við erum búin að setja þetta svona og við refactorum. Það er þá talað um það í forritinu þegar við tökum einhvern kóða, við erum búin að gera hann einhvern veginn, hann virkar, hann er ekki fullkominn, hann lítur ekki nógu vel út, hann er ekki skipulaður eitthvað svoleiðis og við erum refactorum hann. Við breytum uppbyggingu kóðans án þess að breyta lokaniðurstöðunni. Þannig að þið heyrir mig segja það. En málfræðin eða syntaxinn í CSS er þannig að við erum alltaf að vinna með einhver reglusett og reglusettin eru svona blokk sem segir að einhver selektor targetar eitthvað og á það sem targeta eru einhverjar yfirlýsingar sem að eiga að taka sér stað. Síðan getum við haft aðeins eina tegund af athugasemdum sem eru svona multiline comment með forvarsla stjörnu. Þannig að hérna höfum við í raun eitt reglusett með kommentum. Þannig að hérna er það sem við kallað selektor. Síðan höfum við í raun byrjum við reglusettið sem er þá með hérna curly bracket sem opnast. Svo koma allar yfirlýsingarnar okkar sem eru þá alltaf bara eitthvað attribute og eitthvað value, attribute, eitthvað value og hérna semikoma eftir og svo lokum við þessu reglusetti. That's pretty much it. En selektorarnir eru í raun það sem við notum til þess að velja einhver ákveðin element og þetta er einhver strengur og það er bara strengur sem segir bara eitthvað hér er það sem ég vil taka við þessum yfirlýsingum og það eru 6 svona grófi flokkar af þessum tegundum af þessum selektorum. Svo getum við tengt á saman til þess að gera flóknari í raun selektora og það eru svona í grunninn 4 gerðir af samtengingum og svo getum við gert alls konar til þess að fá bara endalaust mikið magn af selektorum. En flokkarnir eru type selektorar, þannig að ég segi bara eitthvað bókstaflega bara eitthvað heita á einhverju elementi. Ég vil að öll p-element líti svona út eða öll section eða öll UL eða UL li undir UL. Svo erum við universal selector sem segir bara öll element sem er stjarna. Svo erum við attribute selector og þá getum við valið eitthvað ákveðið attribute á elementi og valið það sérstaklega. Við getum valið class selector sem er sértækur að því leyti að hann er í raun sértækur attribute selector. Hann horfir á class attributeið sem við munum að er global attribute í HTML og ef við notum punkt og svo heitið að þá veljum við í raun element sem að hafa það class attribute gildi og ef við munum þá er hægt að vera með fleiri en eitt class og þegar við erum með svoleiðis í attributum þá erum við bara með bil á milli þannig að ég get verið með í raun eitthvað element getur verið með fleiri en eitt class attribute og getur þar alveg verið valið af fleiri en einum selektorum. Svo erum við með ID selektor og hann er líka sértækur að því leyti að hann velur hvað er í ID attributinu. Svo erum við með gerfiklasa eða pseudo classes sem er þá svona vísun í þetta hérna sem er
svona hluti sem ekki hægt að velja með hinum. Þetta svona, það þarf einhvern veginn að vera að augmenta þetta, þú veist það, því að þetta er takmarkandi að hafa bara þessar 5 týpur, þannig að þetta er svona fyrir allt hitt. Og þá það tvípunktur og svo eitthvað. Þannig að við getum nota neitun, við getum valið eitthvað not, við getum valið eitthvað eigi eitthvað, eða sé tómt. Við getum valið öll tóm element sem eitthvað og gert eitthvað við þau. Þannig að þeir eru svona dýnamískir líka. Þeir geta verið til dæmis, ég get valið alla linka sem búið að heimsækja eða ekki búið að heimsækja og gert eitthvað greinamun á þeim. Ég get gert eitthvað fyrir aðgerði hjá notanda. Ég er búinn að tabba með lyklaborðinu yfir eitthvað element og það er interaktiv, þannig að það getur fengið fókus. Þá get ég gert eitthvað. Ég get byrt öðruvísi fókus outline. Ég get verið með hover, þannig að ef ég fer með músina eða eitthvað tæki yfir og sveima yfir einhverju, þá gerist eitthvað. Og svo framvegis. Síðan getum við líka notað þetta fyrir uppbyggingu. Þá það til dæmis veldu fyrsta barnið, seinasta barnið eða enda barnið. Veldu eitthvað eftir einhverju típu, veldu eitthvað sem empty eða neitaðu og svo framvegis. Og svo hérna not svona sem að neitar ákveðnu selektor og svolítið vand með farinn en gefur okkur mjög mikla möguleika á því að velja bara alls konar hluti. Síðan getum við tengt saman þessa selektora og þá það hérna með fjórar leiðir til þess. Við getum notað bara bil, sem þýðir bara að vera með selektor, bil, annar selektor. Það þýðir í raun að seinni selektorinn verður að vera afkomandi fyrir selektorsins. Bara einhvers staðar í trénu. Ef við hugsum að við erum með HTML tré og við erum að velja eitthvað element og við viljum velja eitthvað element undir því elementi. Ég er með eitthvað lista sem eitthvað navigation hér með í toppnum og ég vil velja í raun öll A-href undir því til þess að gera þau einhvern veginn öðruvís á litin. Þá getur ég sagt bara nav, bil, A og þá velja ég öll A-element sem eru undir nav-elementinu. Síðan það stundum að við viljum í raun ekki velja alla afkomendur, heldur bara fyrsta afkomenda eða strangt barn sem þá bara nákvæmlega fyrsta barnið í hérna undir elementinu og þá notum við stærra en merkið. Svo getum við verið með plus sem þá sibling selektorinn og það þýðir þá veldu það element sem hefur þennan selektor sem kemur beint á eftir fyrir selektornum og svo almennur systkina selektor sem við getum sagt að veldu eitthvað systkini sem kemur í framhaldinu af fyrir selektornum. Þannig að þarna höfum við þetta. Síðan þessir auka partur af CSS syntaxnum sem ekki í raun í þessum reglusettum. Þar höfum við þessar reglur sem að leyfa okkur að skilgreina svona auka upplýsingar sem að geta þá verið bæði svona eitthvað metadata eða á við í einhverjum ákveðnum aðstæðum sem í raun hérna skilgreint svona globally. Til þess að við getum sagt að innifela aðra CSS-skrá. Við getum notað media query, eins og þetta hérna kallað, sem við sjáum þegar við förum í responsive eða skalanlega vefi. Sem því ef að vafrinn svona breiður, eða svona lítill, eða svona hár, eða svona lár, þá vil ég eitthvað gerist. Svo getum við líka notað þetta til þess að skilgreina prent. Þannig að ef við erum að prenta, og svo var til hérna, í byrjun var til eins og ef ég á TTI-skjá, sem svona terminal, með svona græfinn texta, en það búið að deprecata það því að það bara dáin tækni svona mestu leyti. Síðan erum við með gerfi element og þau eru skilgreind í selektor með tvípunkti, eða tvípunkti og þá erum við að velja eitthvað part af elementinu sem svona pseudo, hann er þarna ekki samt. Og þetta getur með sem verið að við getum valið fyrir framan eða fyrir aftan öll element, þá í raun pláss og við getum búið til þetta element. Við getum valið fyrsta stafinn í elementinu, fyrstu línuna og fleiri svona hluti sem að leyfa okkur að drilla inn í það sem inn í elementinu. Þannig að þetta allt sem við þurfum til að skrifa CSS. Þegar við síðan erum að vinna með CSS, þá kostur við CSS eins og HTML og það er hannað til að fyrirgefa. Það í raun mjög opið fyrir því að við gerum mistök og þá það yfirleitt svona minniháttarvillur sem allt í lagi bara. Þú skrifa til dæmis þig vantar tvípunkt eða semikomu, þá það allt í lagi, þá bara það reglusett í raun
því er sleppt. Ef við notum eitthvað óþekkt heiti eða gildi, þá er bara öll yfirlýsingin hunsuð, sem er í raun stór kostur sem leyfir í raun staðlinum að stækka án þess að þurfa að gefa út einhverja útgáfu, af því að vafrið segir bara einfaldlega ef ég veit ekki hvað þetta eigindi þá hunsa ég það bara. Svo lærir vafrinn það í næstu útgáfu og þá allt í einu er vafrinn komið með þá virkni sem að staðallinn gefur til kynna. Það geta líka komið svona meiri háttar villu, það sem við til dæmis sleppum því bara að vera með lokum ekki reglusetti, eða það er í raun kemur eitthvað ambiguity í því að hvernig á að túlka. Það eru 2 loka reglusetti, hvað þýðir það? Að þá í raun mun vafrinn stoppa frá þeim punkti. Þannig að ef við skoðum dæmi selektora, þá er þetta hérna. Nú fáum við að sjá mikið af mjög fallegu útliti, sérhönnuð af mér til þess að túlka og sýna ykkur hvernig má vinna með CSS. Þannig ef við förum hérna og við opnum þetta svona, finnum aðeins að sjá hvað er að gerast hérna. Kannski aðeins meira pláss. Bara aðeins meira upplýsing á þessum skjárakanum. Ok, þannig að við erum hérna með bara inline styles, bara inn í skjalu, bara til hægðarauka. Við erum með eitthvað HTML hérna, sem er hérna í byrjun, bara eitthvað hello, og svo strong með eitthvað ID, heimur. Það kemur hérna og birtist. Og við skoðum þá hérna, þá getum við skoðað í raun með því að fara og gert inspect. Þá sjáum við hérna hvað er, við getum farið hérna í p-ið. Akkur er samt, akkur er þessi, sjá. Þannig þá segjum við hérna í grunninn þá ætlum við að velja HTML. Við getum líka valið body. Þannig oft segir maður annað HTML body eða bara body til þess að segja svona einhverja grunnstíla. Og svona að segja í grunninn á allt letur að vera 20 pixla stórt. Síðan öll div eiga að vera með border, sem þýðir bara að það er eitthvað sem fer utanum elementið, og það á að vera 10 pixla breitt, það á að vera solid, þannig hérna hefur við með eitthvað lykilorð og við erum með eitthvað lit. Við munum sjá þetta alltaf eftir. En selektornir eru þá hérna, við erum að velja div, þannig við fer hérna í div, þá getum við farið hérna og ég get fjarlægt þessa skilgreininga af. Þá erum við bara að segja, nú vel ég eitthvað, en það er engin yfirlýsing, þannig að ekkert gerist. Þannig að svona get ég toglað þetta út. Ég get líka breytt hérna og sagt eitthvað div x, það er ekki tilnæmt element hérna sem heitir div x, þannig að það bara verst eitthvað, það er ekki til, þannig að þá eiga þessar yfirlýsingar ekki við. Svo getum við látið valið hérna EM, við getum valið öll EM sem eru beint undir div, og þá verða þau í raun blá, þannig að þá getum við farið hérna og valið þetta hér. Þá sjáum við að það er hérna div stærri en EM, og þessi hérna er að eiga við þetta hérna element. Svo getum við sagt div sem er systkini div fær 20 pixla margin fyrir ofan sig. Og þá er hérna 1 EM, en EM er í raun gildi sem við sjáum á eftir, sem að tengist þessu. Og síðan getum við valið fyrsta stafinn hérna, þannig að þá erum við í raun að velja fyrsta stafinn í þessu til þess að hérna, til þess að gefa því sér hérna, ég gera þetta svona, ég meina svona, og þá er hérna, þá sjáum við þennan selektor ekki hérna, þegar við náum ekki að velja þetta L hérna, en við munum sjá aðeins hvernig við getum debugga þetta seinna. Þannig að það er hér, svo getum við valið allt sem er með attribútið lang sem er is, og þá ætlum við að gera það hvítt. Við ætlum síðan að segja á eftir því, ætlum við að setja content sem leyfir okkur að setja inn efni í HTML-ið og segja að það sé is. Svona. Þannig að þegar við opnum hérna þetta, þá fáum við hérna after sem er þá í raun þetta element sem við byggum til, þetta pseudo element sem við byggum til hérna eftir. Við getum fjarlægt það, þannig að þá hverfur þessi texti. Við getum líka átt við það og breytt hvað er að vera hérna. Svo getum við valið öll div sem eru tóm. Þá er hérna allir tóm div,
það er allt í einu með eitthvað texta. Svo getum við valið hérna div sem eru ekki með texta og þá getum við sagt að þau að fá einhvern ákveðin bakgrunnslit. Þannig svona getum við verið að velja mismunandi hluti sem eru samt lítið út fyrir að vera frekar svona einsleitir. Það er að velja alls konar mismunandi leiðir til þess að finna það element sem við viljum gera eitthvað við. Síðan erum við með þessa gerviklassa og gervielement og þá getum við verið hérna með við erum með hérna eitthvað hover, þannig að þegar ég fer með músina yfir þá gerist, þegar ég núna tappa í gegnum síðuna þá gerist eitthvað ákveðið, þau verða í raun öll sem að fá fókus verða grá. Svo getum við sagt hérna 8 tölu element fá ákveðin bakgrunn, seinasta fær annan bakgrunn og svo getum við leikið okkur meira með þessi first line, first letter og allt þetta. Og síðan með villumeðhöndluna að þá það hérna að ef við förum í það hérna þá stendur hérna halló heimur að þó svo að þetta hérna sé bara eitthvað óþekkt eigindi og óþekkt gildi þá það bara hunsað og allt í góðu. Hérna í raun allt þetta hérna, þetta verður hunsað út af því að hér vantar semikomuna til þess að loka, þannig að í raun allt fram að næstu semikomu túlkað sem gildið og þetta í raun óleifilegt gildi, sér þetta allt þetta hérna, þannig að það verður í raun bara, þetta bara hunsað. Hérna fær þetta að því að túlkurinn nær að túlka þetta hérna og lesa út úr hvað þetta og gefur þessu hérna aðeins að það fær litin, græna litin, en hér ekki túlkað því það vantar í raun að loka svona. Þannig að allar reglur sem koma hérna í framhaldinu verða í raun bilaðar að næsta lokunarmerki hérna þá, og svo í raun ef það eitthvað stórvægilegar villur þá í raun mun bara ekkert CSS framhaldinu virka nema hugsanlega fram að einhverju þar sem að túlkurinn gæti einhvern veginn sé, hér geti einhvern veginn byrjað að lesa aftur úr þessu rétt. En eins og ég sagði áðan, þetta eru mjög einfaldur þessi syntax hérna, þannig að við erum bara með eitthvað eigindi og eitthvað gildi og við erum með alveg afskaplega mörg eigindi, þau eru yfir 500, ég heldur sé að verða nálgast 600 eða fleiri, en gildin eru mun færri, þannig að þau eru frekar svona, við lærum þau bara hægt og rólega eftir því sem við fyrir í gegnum þetta. Síðan getum við oft verið með eina yfirlýsingu sem svona shorthand sem að í raun hópar saman og leyfir okkur að skilgreina mörg gildi í einu. Þetta getur aukið lesanleika, verið svona frítt fyrir manni, en þetta oft líka svona, þetta getur búið til eitthvað ambiguity í því sem við erum að gera, það getur verið ekki augljóst hvað við erum nákvæmlega að vilja og það getur líka bara falið möguleg gildi. Þannig hérna getum við sagt til dæmis margin sem í raun hversu mikið pláss í kringum boxin okkar, þá getum við skilgreint fyrir allar 4 ásana allt í einu, eða við getum sagt margin dash top, margin dash bottom og svo framvegis. En gildi og einingar, ef við rennum aðeins yfir þau, svona til þess að aðeins að kynnast þeim og svo kemur þetta inn, þá það þannig að hvert eigindi tekur eitthvað af þessu gildum, einhverja típu af þessum gildum og þegar við erum að byrja að nota þetta þá í raun að besta leiðin bara að fletta hlutum upp. Þannig ég búinn að setja í raun linka inn á MDN fyrir öll þessi eigindi sem ég er að hérna sýna ykkur núna og í framhaldinu. Þá getur þið séð í raun hvað eru gildin sem eru leyfileg og hvernig taka og hvað eru einingarnar. Við erum með strengi, þeir eru með gæslöpum eða útfellingakomu. Ef við viljum escapea, þá notum við backslash. Við getum verið með url, vísað í eitthvað og hvort sem það leturgerð eða mynd eða eitthvað annað, yfirleitt þetta tvennt, þá notum við url, fallið og síðan setjum við slóðuna sem annarkvort bara beint eða sem streng, þannig að allt þetta hérna í raun löglegar slóðir, þannig getum við bæði notað fullar slóðir eða relatívar slóðir. Svo erum við með liti og það eru nokkra leiðir til að skilgreina liti. Við getum notað lykilorð, black, white, green. Þeir eru staðlaðar að einhver leyti en einhverju vafrar eru líka með aðra mögulega liti sem túlka og síðan líka út af því hvernig
CSS virkar, þá getum við skrifað inn eitthvað bull og CSS getur túlkað það sem lit. Við getum fengið eitthvað mjög skrítið en eitthvað sem tæknilega sem virkar. Þannig að við notum yfirleitt ekki lykilorð. Ég nota það kannski bara mikið þegar ég er að skrifa dæmi og er að flýta mér. En almennt þá viljum við bara fá nákvæmlega þann lit sem við erum að vinna með. Það eru samt tvö lykilorð sem við notum, sem er current color, sem er þegar við fyrir að skoða hvernig gildi erfast í gegnum CSS. Þá er það í raun liturinn sem kemur frá foreldrinu og transparent sem er fyrir gegnsæjan lit. Það segja eitthvað box á bara hleypa öllu efni í gegnum sig, þá getum við notað transparent til þess. Sér skilgreinum við liti, ákveðna liti, þá getum við notað RGB eða red, green, blue. Þá getum við bæði notað hexadecimal túlkun, sem er þá í raun fyrstu 2 stafirnir hérna tilgreina hversu mikið af rauðum, hversu mikið af grænum og svo hversu mikið af bláum. 0 og upp í FF sem er þá 255 í hex, eða þá við skilgreinum í raun með fallinu RGB og þetta er þá bæði skiptin alveg hreinn grænn. Svo getum við líka verið með shorthand fyrir þetta hér, þar sem við sjáum að við erum með sama tvisvar alltaf hérna. Þá getum við skilgreint þetta í 3 stafa hextölu, þar sem að þessi hérna 0 þýðir 2-0, F þýðir 2F og 0 þýðir 2-0. Síðan getum við líka bætt við aftast 7. og 8. stafnum og þeir túlka þá alpha channelið fyrir litin, sem er þá hversu gegnsær liturinn er. Frá því að vera ekkert gegnsær fyrir FF eða 255 eða 1, yfirleitt er þetta túlkað með þetta hérna gildi á bilinu 0 til 1, inclusive, og 0 er alveg gegnsær, þannig hérna erum við með eitthvað prósentu gegnsæjan lit. Svo getum við notað HSL sem er Hue, Saturation og Lightness, sem er önnur leið bara til að túlka liti. Og þá er það í raun eftir einhverjum ákveðnum kúnstarinnar reglum og þetta er í raun bara eftir því svona einhverju litateóríu. Síðan getum við skilgreint alfagildin bæði á RGB og HSL með því að setja bara A fyrir aftan í fallinu og þá er það bara alveg sem ég sagði áðan. Þannig að þetta er leið til að vinna með liti. Svo erum við gildi sem eru tölur, þá erum við með heiltölur og rauntölur og prósentur. Og svo erum við með lengdir sem er þá bara hversu langt á eitthvað að vera. Og við getum notað nákvæmar einingar og það er stuðningur fyrir físískar einingar úr raunheimum eins og tommur og sentimetra. En það á kannski frekar við ef við erum að prenta eða í einhverjum afskaplega obskjúr aðstæðum og þið munu aldrei þurfa að nota það allavega í þessum kúrs. Það sem við notum mest fyrir nákvæmar einingar eru bara pixlar, en pixel er ekki bara pixel, við möttum að sjá það seinna, þannig að það er aðeins flóknara en svo. Það sem við notum mest eru hlutfallslegar einingar. Og síðan eru einhver svona keyword, en það sem við notum mest er auto, sem segir bara fyrir þetta gildi vafri reiknaði það út frá einhverjum reglum. Þá getum við sagt with auto, þá fyrir eftir í hvernig við erum í raun að birta útlitið okkar og þá mun í raun það útlit vera reiknað samkvæmt spekknum af vafranum. En þessar hlutfallslegu einingar skiptast í tvennt. Við erum með font relatívar lengdir og viewport lengdir. Letur hlutfallslegu einingarnar eru það sem við munum svolítið nota og eru svona svolítið skrítnar til við byrjum. En þá erum við í raun að segja við skilgreinum stærð með font size og það er horft á það í gegnum í raun tréð af elementum sem við erum að vinna með. Svo því er í raun að við erum einhvers staðar eftir trénu með eitthvað ákveðið gildi og síðan elementið fyrir neðan það segir ég ætla að vera með leturgerð sem á að vera 2 sinnum stærri en þú ert með. Þú ert í grunninn 16, ég vil vera með 2 sinnum það, þá er í raun 1 EM er 16 og þá eru 2 EM bara 2 sinnum 16. Og það er þannig að við setjum yfirleitt þessi gildi á HTML og síðan notum við þessi letur hlutfallslegu einingar neðar í trénu. Og þetta leyfir okkur í raun að vera með vefi sem er hægt að stækka og minnka með því að zooma inn og út og við getum í raun stækka og minnka letigerðina með því að breyta bara grunnstærðir.
Já, svo defaultið er yfirleitt sett sem 16 pixlar út. Nei, þá ef þú breytir varústillingunum er þá EM jafngilt því. Já, ef að ég skilgreini ekkert í grunninn. En þess vegna segjum við í raun að því að það sem við viljum rosalega mikið gera og er svolítið svona legacy mál, að því að vafrar voru ekki alltaf eins, þeir voru ekki alltaf með nákvæmlega sömu stillinguna eða stærðina, þannig að fólk bara svona fór að normalisera allt og segja bara eitthvað, grunnurinn á alltaf að vera 16 pixlar og núna eru allir vafrar með 16 pixlar í grunninn. En síðan þegar við erum svona að vinna með þessi EM-gildi, að þá eru þau margfölduð í gegn og þau eru sem sagt, þannig að það sem er fyrir ofan mig, ég margfalda það og svo er það sem er fyrir neðan mig, það margfalda það sem er fyrir ofan mig, þannig að þetta er í raun, þetta er ekki lagt saman eða fær nákvæmlega gildi, það er í raun alltaf margföldur í gegnum tréð. Rem þýðir síðan bara root EM, það er í raun vísar alltaf í rótina sem að er í raun ekki með EM gildi. Þannig að ef við setjum á HTML 16 pixla, þá er eitt rem alltaf 16 pixlar hvar sem við erum. Þetta er svona leið til þess að vinna með letustærðir sem að við munum nota og þið munum hægt og rólega kynast þessu og eitt af því er bara að vinna með þetta. En tökum hérna, þegar við erum aðeins komin yfir, tökum líka þessar skjáprófstöðningar og skoðum hérna dæmi. Það eru í raun stærðir sem að eru byggðar á því hversu stór eða hversu breiður eða hversu hár glugginn, vafraglugginn minn er. Þannig að núna er vafraglugginn minn, hann fyllir út í skjáinn alveg hérna, en hann er ekki alveg, eða þú veist, stærðin á honum hérna er, upp á sí. Þannig að hæðin á honum hérna eru 100 vaff-há núna, en ef ég minnka hann, þá er hann bara að skalast niður að þetta er relatív stærð og breiddin á sama máta. Þannig að ef ég segi að eitthvað eigi að vera 1 vaff-há, þá er það í raun 1/100 af þessari breidd sem er frá hérðan og alveg niður. Og svo sama með viewport width, þannig að við erum í raun með 100 vaff, 2x vaff væri í raun öll breiddin hérna á milli. Síðan getum við líka sagt 1 vaff min sem er annarkvort sem er minni stærðin eftir því hvort að glugginn okkar sé breiðari eða hærri eða max sem er þá hvort er stærra. Þá getum við fengið svona dæmi. Sjá, það nú taka hitt. Dæmi líka. Svona, tökum þetta svo bara fyrst. Nú get ég aftur farið hérna í DevTools og ég get farið hérna í Firefox, er þetta hér og þetta er á sama stað í Chrome en þetta stendur hérna Responsive Design Mode. Þannig ég kveika þessu og ég loka hérna og núna er ég komin í raun með leið til þess að eiga við breiddina og hæðina á glugganum mínum. Sjá, nú er þetta að finna hérna til þess að gera þetta dýnamíst hérna. Af hverju er þetta svona mikið vesen? Allavega, nú getur ég sagt hérna glugginn er svona og við sjáum núna að þessi letugerð hérna er að stækka eftir því sem ég hækka á hæðina og þessi stækkar eftir því sem ég eig breiddina eða minnka breiddina. Þannig að það sem við erum að sjá hérna er í raun þessi vaff min og vaff bara vaff tvöfaldaf hérna eining. Þannig að letugerðin hérna á þessum texta, hún á alltaf að vera í raun 8 eða 8% af breidd skjásins. Þannig að þá eftir því sem skjárinn er breiðari þá letur stærra minni sem hún er minni. Og þetta eru einingar sem við getum síðan nota til þess að skala eftir hvað tækjum við erum að horfa í til þess að láta letugerðin okkar fylgja skjástærðinni. Og við getum í raun notað og búið til svona tiltölulega flóknara aðferðir til þess að reikna hversu stórt letur okkar á að vera þannig að það í raun adaptast að öllum þeim skjástærðum sem vefurinn okkar getur verið skoðaður í. Síðan fyrir EM þá erum við með þá erum við með hérna eitthvað sem við skilgreinum í grunninn sem 24 pixlar. Síðan segjum við texti sem er innan div er nákvæmlega 12 pixlar. Svo fáum við hérna
í P er þá í raun 2em sem er þá 12 pixlar upp á sí. Herri, þá bara höldum við áfram hérna, það er eitthvað zoom-vesen og við erum líka klára, alveg komið tíma og smá pásu. Og svo getum við verið að fastsetja textan enn aftur hérna undir EM, þannig að þessi öll hér þessi breytir alveg að fara með mig hérna. Hún er í raun 10 pixlar og þessi hérna er 1,5 rem. Þá sjáum við hérna síðan að það er eitthvað computed gildi hér í þessum dálk hérna sem segir um það að reiknað gildi er 36 og þá getum við farið og rakið okkur hérna eftir því hvað það er. Það er hérna 24, 12, 2, 1,5 og 36. 24 sinnum 1,5 eru 36. Þaðan kemur gildið 36. Já, þannig að við skulum taka pásu núna, byrja aftur svona 55, sjá hvort við getum ekki komið fólkinu á Zoom aftur inn.